Já, hvar ég stödd? Gæti einhver spurt sig. Ég hérna í Stykkishólmi fyrir utan bakaríið, Nesbrauð sem veitingastaður með bakkelsi. Hér fyrir utan símaklefi, síðasti símaklefinn sem var tekinn í notkun, sem var tekinn úr notkun í Stykkishólmi. Hér hefur fjölskyldan sem rekur Nesbrauð sett upp sjálfsafgreiðslu stöð fyrir brauð. Við skulum aðeins heyra í fjölskyldunni sem rekur Nesbrauð. Það að segja ef ég kemst út úr klefanum. Góðan daginn. Ég heyrði það að þú hafið byrjað 14 ára á sjó og verið á sjó þar til 2016, 17 þegar þið kaupið hér. Og þá hafið verið hendir í land og nú verður bara eins og hefur ekki gert neitt annað, eiginlega frá degi. Þú sagðir það áðan að ef mann langar þá getur maður gert það. En ég ekki alveg hættur, ég fór nokkra róðræði sumar á færi að vera að láta blása sig hveitið. Hvernig kemur það svo til að þið kaupið hérna bakaríið? Það var þegar sonur okkur var kokkur á Sólinni í Grundarfirði og hún var seld og þá var annarkvort að reyna að hjálpa þeim að finna vinnu eða missa þau burtu úr samfélaginu hjá okkar. Þannig að við ákváðum að kaupa og ég var tilbúinn að koma í land og hann hefur ekki gert neitt alla ævi en að vinna við mat sko. Þannig að það var bara að láta þið vaða. Það samt svolítið drastískar aðgerðir til þess að halda í börnin sín í heima héraði. Þetta vel gert. Já, við meina það ekki auðvelt að búa til svona börn, þannig að það verður bara að halda þeim uppi eða halda þeim við efnið og hafa það hjá sér, það bara það sem við viljum. Við viljum ekki allir fara suður, það bara gengur ekki upp. Það hlýtur að vera heilmikið ævintýri fyrir, eins og fólk út í bæ eða eitthvað að taka við svona fyrirtæki og fara í rekstur og allt sem snýr að því, markaðsmál og framleiðsla og... Þetta bara eins og háskólana, það bara þannig. Hvað ertu að gera núna? Súrdegsbrauðin. Ok, og hvað súrdegsbrauð? Við byrjum bara þar. Súrdegsbrauð brauð sem gerjað með náttúrulegu geri. Það sem sagt hveiti og vatn, látið gerjast á borði og svo bara því viðhaldið bara í 100 ára sko. Var ekki, súrdegsbrauð aftur svolítið að ryðja sér til rúms. Hér áður fyrir var alltaf súrdegsmóðir og gekk á milli í fjölskyldum. Ég var nú ekki svo heppinn að fá þannig, ég þurfti að búa til mínu sjálfur. Já, og þú byrjar bara með því að þú setur bókstaflega bara eina teskeið, eina matskeið af hveiti og eina af vatni. Bara jafn hlutföll sko. Já. Þegar ég byrjaði sjálfur þá var ég með 100 grömm af hveiti og 100 grömm af vatni. Svo bara lét ég að standa í 3 daga og svo fór ég að vinna í það að skipta á milli sko. Svo þú þarft að halda honum á lífi, þú fóðrar með því að gefa... Hverjum degi. Já. Hverjum degi gefi ég ég undir í svolítið stórum hlutvöllum. Já. Og hverjum degi þá fæði ég hann og svo notaði ég hann 5 tímum seinna. Og hér ertu að gera hvað? Þetta eru hrein með rúgmjöli, þetta eru með trönuberjum með sesamfræjum. Ok, eru þið með margar gerðir af... Við höfum verið að gera 6-7 tegundir sem skipti sko. Við erum alltaf með hreina, svo erum við með trönuber og hilkorna og svo erum við með skollaþveng. Skollabygg? Skollaþveng, sem sem sagt þari sem við fáum frá Símoni skeljaybónda. Já, það svolítið ykkar sérstæða. Já. Hérna í Stykkishólmi að nota þara í súrdegsbrauð. Já, ég hef alveg ekki séð það neins annar staðar. Nei. Þannig að við eigum það skuldlaust. Hvað, malarðu það bara onni eða? Hann reddar okkur mögulegum sko. Já. Þannig að... Og blandar þessu saman við degið? Já, ég set þetta út í seinni umferðinni, samtímis eitt salti. Þetta svolítið gróft mala hjá henni núna. Hvað sagði þetta heitir? Skollaþvengur. Túristarnir heillast voðalega þessu, þetta kallast á ensku Dead Man's Rope. Dead Man's Rope? Já. Dauðsmanns reipi? Já, snara eða eitthvað svoleiðis. Já, ok. Þannig að þetta, við vorum búin að pröfa söl og alla hina. Þeir voru bara svo yfirgnæfandi bragð og svo salt. Já. Þetta kemur með svona sætu, svona sætt sjávarbragð af þessu. Og þegar þetta komið saman við blautt degi, þá var þetta bara mjög gott sko. Má ég smakka þetta? Já, þetta örugglega svolítið hart sko. Það ekki búið að byggja breyti. Þetta bara... Það mjög skemmtilegt bara að þessu sko. Hvernig datt ykkur þetta í hug? Þeir voru alltaf að spyrja okkur hvað væri svona sér lokal. Já. Og við gátum ekki verið að segja snúðar eða ástapunga þegar það gera það öll bakar í Stykkishólmi á Íslandi. Já. Þannig að við fórum bara töluðu við Símon. Já. Fáum eitthvað beint hérna úr
breiða firðinum. Já. Hérna, þú fær síðan hugmynd að setja hérna sjálfsafgreiðslu kassa hérna fyrir utan. Hvernig kom það til? Ég fekk svona hugmynd milli svefns og vöku, má alltaf hafa minnisbók á náttborðinu. Að hérna, svo maður ætti þetta ekki allt sjálfur. Já, við vorum hálfgerðar Nei, afgangana. Maður vill ekki henda. Það verður að nýta þetta. Og þá, við erum ekki að finna upp hjólið eða hún, þetta er búið að gera þetta áður, að vera með sjálfsala. Og við búum í bara þannig samfélagi að það er hægt að bjóða fólki upp á þetta. Þetta er heiðarlegt og kurteist fólk og það veit alveg ef það gengir vel þetta, þá verður þetta áfram, annars bara hættu við, sko. Þannig að, en hún átti hugmyndina algjörlega einn, sko. Fyrst að lengi að leita, við fundum svona plastkassa og svo bara svona lyklabox til að búti bauk. Þannig að þetta var svona svolítið púsl. Byrjaði þetta semst í svona plastkassa? Já, bara kassa hérna fyrir utan og spjaldi í gluggann og kannski var ekki eins sýnilegt eins og hún bara heppin að kunningi okkar gaf okkur þennan símaklefa. Hvaðan kemur hann? Þetta er síðasti símaklefin í Stígsholmi. Já. Og hérna... Hann heit Andrés Kristjánsson sem átti hann. Hirti hann þegar átti að henda hann. Já. Þannig að það kom sér vel fyrir okkur. Maður hefur tilfinningar til svona klefa. Sko þegar maður var á síldinni, að þá gat maður ekki trýnt heim nema að komast í land og fara í svona klefa. Maður kannski að Seyðisfirði eða Norðfirði eitthvað það að landa. Þá hljóp maður upp, hvernig börnin hefðu og svona eitthvað. Þannig að þetta vekur upp minningar, sko. Það er svona klefi, sko. Æðislega. Þannig að þetta er ekki fyrsta skipti sem svona símaklefi spilar stóra rullu í ykkar lífi? Nei, alls ekki. Almáttugur, alls ekki. Hann var límið í sambandinu þegar maður var á sjónum, sko, eða fyrir austan.